Gott fólk, við ætlum að hefja fundinn, vinsamlegast fáið ykkur sæti og það vantar allavega einn þingmann hérna í panelin sem ég veit á að mættu, þannig kemur hann Villi, alltaf síðastur Sandra líka á leiðinni. Heyrðu, en allavega fundurinn er að hefjast. Góðir fundagestir, kæru íbúar Grindavíkur, þingmenn Suðurkjördæmis og ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis. Ég býð ykkur öll hjartalega velkomin á þennan opna íbúafund framtíð Grindavíkur, endurreisn og skólastarf. Við erum hér samankomin vegna aðstæðna sem enginn hefði kosið en skipta okkur öll gríðarlega miklu máli. Það skiptir máli að við komum saman, förum yfir stöðuna og ræðum næstu skref saman. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að gefa ykkur tíma og að vera hér með okkur í dag. Ég ætla að biðja Fannar Jónasson bæjarstjóra að taka við fundarstjórn og fel honum að stýra fundinum áfram. Fannar, gjörðu svo vel. Alþingismenn, ráðuneytisstjóri, forsætisráðuneytisins, góðu gestir. Ég þakka það traust sem mér sýnt með því að tilnefna mig sem fundarstjóra hérna. Við hugsum okkur að hafa þennan fund auðvitað málefnalegan og snarpan. Gerum ráð fyrir svona klukkutíma pluss, 70 mínútum eða svo. Þannig að tíminn er tiltölulega takmarkaður. Þrátt fyrir það að málefni séu brýn og ærin. Hérna hjá mér er ráðgjafinn okkar, Grindavíkurbæ, Fjalar Sigurðarsson. Dagskráin er með þeim hætti að fulltrúar bæjarráðs eða bæjarfulltrúar koma hér upp. Fyrst fulltrúi Framsóknarflokksins Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar, og síðan Hjálmar Hallgrímsson, formaður bæjarráðs fyrir Sjálfstæðisflokkinn, og fulltrúi Miðflokksins Hallfríður Hólmgrímsdóttir, bæjarfulltrúi. Og þar á eftir þá mun ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins Benedikt Árnason taka til máls. Og ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta í upphafi og vil bjóða Ásrúnu Helgu Kristinsdóttur, forseta bæjarstjórnar, gjörðu svo vel. Kæru fundagestir, mér finnst það miður að forsætisráðherra hafi ekki séð sér fært að vera hér í dag og það er sömuleiðis miður að forsvarsmenn fasteignafélagsins Þórkötlu séu ekki með okkur hér líka. Þessi mál snúa að framtíð heils sveitarfélags og þau kalla á samtal, augliti til auglitis. Fyrir stuttu flutti ég erindi á vorfundi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Þar talaði ég að Grindavík hefur á undanförnum árum breyst í rannsóknarstofu í sveitarstjórnarmálum. Við höfum þurft að endurhugsa allt sem við teljum eðlilegt í stjórnsýslu og rekstri sveitarfélags. Daglegar ákvarðanir okkar hafa margar verið teknar í óvissunni. Við höfum ekki setið með hendur í skauti og beðið eftir algjöru vissu. Við höfum ekki látið óvissuna lama stjórnsýsluna og ákvarðanir okkar lúta að því að auka valmöguleika framtíðarinnar frekar en að loka á þá. Ég las grein á dögunum þar sem konan okkur notaði þá myndlíkingu að Grindvíkingum hefði verið skotið út í geim inn í algjöra óvissu. Og það er nákvæmlega þannig sem þetta hefur verið. En spurningin sem við stöndum frammi fyrir í dag er ekki lengur hvenær komum við heim. Heldur fá allir sem vilja að koma heim. Umræðan er enn á þeim stað að þetta snúist fyrst og fremst að bíða.
bíða eftir frekari gögnum, bíða eftir frekari vissu, bíða aðeins lengur. Biðin hefur raunverulegar afleiðingar fyrir fólk og við sjáum það mjög skýrt. Tengsl rofna, heilsa versnar og margir eru að takast á við erfiðar aðstæður. Þetta eru afleiðingar. Ekki á náttúrunni, einnig saman, heldur líka hvernig við bregðumst við henni. Við stöndum því ekki frammi fyrir vali á milli áhættu og öryggis. Við stöndum frammi fyrir vali á milli tveggja tegunda áhættu. Annars vegar áhættunar sem fylgir því að halda áfram og hins vegar áhættunar sem fylgir því að gera ekki neitt. Og svo seinni farin að birtast okkur skýrt. Við erum að upplifa þetta, upplifa það að halda eigi samfélaginu í fjarlægð frá sjálfu sér. Hér hefur verið ráðist í umfangsmiklar aðgerðir til að auka öryggi, kortlagðar hættur og undirbúa næstu skref, en þá eitthvað nýtt nefnt, eins og sprungurnar á sálinni. Hver á að meta andlegt jafnvægi og hvenær fjölskyldur eru tilbúnar að flytja tilbaka og hvað á að gera í því ef andleg heilsa fólks ekki góð. Sálrænn stuðningur ekki lengur í boði og margir borga mikla fjármuni í slíka hjálp í dag. Fyrir rýmingu töldu 82% Grindvíkinga að tengslanet þeirra væri sterkt. Í dag það hlutfall aðeins 37%. Þriðjungur íbúa metur andlega heilsu sína verri nú en fyrir hamfarir og helmingur segir líkamlega heilsu sína lakari. Endurreisn Grindavíkur snýst að endurheimta félagsauð. Ef við missum samfélagið, þá skiptir engu máli hversu margar sprungur við fyllum. Þegar kemur að næstu skrefum eins og skólastarfi, þá staðan einföld. Ef við bíðum eftir fullkominni vissu, þá erum við ekki að forðast ákvörðun. Við erum að taka ákvörðun. Ákvörðun áframhaldandi biðstöðu. Og svo ákvörðun hefur kostnað í för með sér fyrir samfélagið okkar og fyrir börnin okkar. Hversu oft hef ég sagt þetta? Við stjórnum ekki náttúrunni, en við stjórnum því hvernig við bregðumst við. Og mín afstaða skýr. Við ætlum ekki að láta óvissu verða afsökun fyrir aðgerðaleysi. Við ætlum ekki að samþykkja að biðin verði nýja eðlilega ástandið. Við ætlum að halda áfram með ábyrgð og dugnaði. Og við munum halda áfram að krefjast þess að Grindvíkingar fái sjálfir frelsi til að ráða sinni framtíð. Takk fyrir. Ég þakkum Ásrúnu fyrir og þá komið að fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Hjálmar Hallgrímsson, formaður bæjarráðs, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ráðuneytisstjóri, alþingismenn, gaman að sjá ykkur, velkomnir. Og það rosalega gaman að sjá hvað vel mætt á þennan fund og við höfum öll haldið að hann gæti nýst betur eða fleiri hefðu mætt, en þetta staðan og við vinnum úr henni. Mér langaði aðeins að fara yfir alla þá fundi sem við erum búin að fara á og Ásson kom aðeins inn á áðan. Við erum búin að vinna með Grindavíkurnemnd. Grindavíkurnemnd með öruggi vinnu hjá sér. Við höfum mánuðum saman verið að þvarga aðstæður í Grindavík og hætturnar sem í innanbæri Grindavík. Núna á vordögum þegar skýrslan tilbúin, Ásson kom aðeins inn á þetta, mér finnst þetta bara svo magna, ég verð að segja frá þessu, þá það ekki hættan lengur. Það hvernig börnin bregðast við ef við förum í eina rýmingu enn og ef þetta verður langt gos og þetta sennilega meira hraunflæði, 25 milljónir rúmmetra og þá komið alveg ný staða. Þau eru bara alveg örugg hér en þau eru ekki örugg fyrir þessu. Þetta eru við búin að vera að díla við allan tíman. Við náum samkomulagi þá bara breytt af leið, þá það eitthvað annað. Þetta búið að vera ótrúlega vinna og ástæðan fyrir því að við erum að taka þennan fund núna, við viljum bara fá það á hreint því að við erum með svo sjúklingur á Grensás, við viljum labba
en sá sem er meðmann, hann segir nei, liggðu, við erum búin að stofna nefnd, þeir eru ákveða hvort þau eru stígi hægri eða vinstri fóti fyrst. Þetta er staðan okkar. Það er kraftur í fólkinu hérna, það eru allir tilbúin til að vinna og það eru allir, við opnuðum búð, það er bakari, atvinnulífið á fullu, það fólk vil koma heim. En ég trúi því að fólk spyrji sig að því þegar það koma tilmæli eins og ekki æskilegt að barnafólk flytji í Grindavík. Til hvers vorum við að byggja þessa garða? Til hvers vorum við að setja þessa viðvörunarflautur? Ef við ætlum ekki að nota það, átt að vera bara svona lokað af. Þetta er öryggistækið okkar. Við erum Íslandsmeistarar í rýmingum, ég fullyri það. Við vitum hvernig á að vera hérna. Nú þurfum við, það er bara ákall til ykkar. Þið verðið að hjálpa okkur að gera samninga við Þórkötlu. Það þýðir ekkert að skamma þá í Þórkötlu, við vitum þetta hangir saman. Við verðum að fara að setjast niður og gefa fólkinu okkar kleift á því að koma heim. Já, við þökkum Hjálmari fyrir og þá komið að fulltrúa Miðflokksins, Hallfríður Hólmgrímsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Kæri fundarstjóri, alþingismenn, ráðuneytisstjóri og íbúar. Ég ætla að byrja á því að bara fagna því hversu vel er mætt hérna því að það var kannski tilgangur fundarins, það var að fá hér skýrt umboð frá íbúum það hver vilji okkar sé. Ég vil líka taka undir með forseta vonbrigði yfir því að forsætisráðherra og framkvæmdastjóri Þórkötlu hafi ekki séð sér fært að vera hérna með okkur í dag. Það hefði verið mjög mikilvægt að geta fengið skýr svör við þeim spurningum sem á okkur brenna og geta spurt þau milliliðalaust. En við þökkum þeim sem þó hafa séð sér fært að mæta hérna. Við stöndum hér saman á tímamótum. Tímamótum þar sem við horfum í baksýn í spegilinn til þess að læra af, en horfum fram á veginn með von í hjarta og styrk í huga. Endurreisn Grindavíkur er löngu hafin. Við erum samfélag manna sem hefur sýnt ótrúlega seiglu, styrk og óbilandi vilja til að halda áfram á erfiðum tímum. Nú er hækkandi sól á lofti, minnkandi kviku innstreymi og það eru 260 dagar liðnir frá síðasta gosi. Bæjarstjórn ákvað mjög fljótt í ferlinu, fljótlega eftir rýmingu, fljótlega eftir að opnaði hér inn, að fara í alla framkvæmdir varðandi skólabyggingar þannig að þegar að kallið kæmi að þá yrðu við tilbúin. Það var svo í fjárhagsvinnunni í haust sem við fylgdum þessu fast eftir og ákváðum að gera ráð fyrir skólahaldi haustið 2026. Ef ákall er að skólahald hefjist í haust, mun ekki standa á okkur. Endurreisn krefst samvinnu, hugrekkis og skýrra markmiða. Endurreisnin krefst þess líka að ákvarðanir séu teknar og þeim fylgt eftir. Fögur orð og fyrirheit duga skammt. Það þarf að taka ákvarðanir. Þeir sem stjórna þurfa að hafa hugrekki til að taka ákvarðanir og standa með þeim og hvika hvergi. Nú er tími aðgerða. Tími til að sýna að við látum ekki áföll skilgreina okkur. Áfram við. Við þökkum Hallfríði fyrir. Næsta dagskránni er svo erindi Benedikts Arnarssonar
ráðuneytisstjóra og eftir það þá gefst þingmönnum kostur á því að taka hér til máls stutta stund. En að því loknu þá verður opið fyrir spurningar úr sal, þannig að það sem brennur á ykkur að það býður þess dagskrárliðar. En ég býð Benedikt Arnarsson ráðuneytisstjóra að gjöra svo vel. Já, kæri fundarstjóri, alþingismenn, Grindvíkingar. Þetta voru þrumandi ræður, dundrandi mæting líka hérna í salnum. Mér sýnist að það sé nú nokkuð góður samhljómur á milli frambúðana hér í bænum. En Kristrún forsætisráðherra kom hér á opinn fund í október en kosti miður ekki núna vegna annarra löngu ákveðina skuldbindinga. En hún hefur boðið bæjarstjórnina að koma á sinn fund og svo hún fund með játgerði hérna í næstu viku og býður hérna fyrir góða kveðjur. Ég hef síðan ég tók við sem ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins 24 að þá hef ég fylgst grannt með og verið virkur í umræðinni innan stjórnkerfisins Grindavík og sitt sem formaður í stýrihópi stjórnarráðsins málefni Grindavíkur. Ég fekk að sníkja hérna lengri tíma hjá fundarstjóra, þannig að ég ætla að fara hérna yfir tildrögin, svona söguna, sérstaklega innan svona hvernig þetta samstarfið er við Grindavík og svona innan stjórnsýslunar, hvernig þetta er hugsað tildrögin að þessu mati ríkisstjórnarna sem var kynnt í síðustu viku og svona veginn framundan. Þannig að ég fekk að sníkja hérna korter, ég vona að þið fyrirgefið mig það. Fyrstu mánuðina eftir rýmingu var mikil umræða það hvort það væri rétt að freista þess að komast á pólitísku samkomulagi miðstýrða einingu sem hefði tögl og haldir í málu Grindavíkur og tæki einfaldlega bara allar ákvarðanir. Einkanlega var þetta rætt út af svona stærð verkefnisins. Það eru fjölmörg dæmi að slíkt hafi verið gert í stærri náttúruhamförum erlendis. Gott og tiltölulega nýtt dæmi frá Christchurch í Nýja-Sjálandi. Það sem voru með alveg gríðarlegir jarðskjálftar, 2 með nokkra mánaða millibili fyrir 15 árum. 200 dóu, 7.000 slösuðust alvarlega, 10.000 heimili þurfti að endurbyggja, 4.000 hús þurfti að rífa. Það var hins vegar ákveðið hér á landi að fara ekki þessa leið miðstýringar. Það er ekki hægt að taka sjálfsákvörðunarréttin af sveitarfélögum nema ef slíkt er einfaldlega það er beðið, sem var ekki í þessu tilfelli. Niðurstaðan var að stofna til Grindavíkurnefndar með sérstökum lögum. Grindavíkurnefnd hefur nú í 2 ár virkað svona sem ákveðið millistykki á milli ríkis og sveitarfélags, tekið ákveðnar ákvarðanir samkvæmt lögum og haldið uppi þjónustu teymi. En langflestar ákvarðanir eru teknar dreifstýrt af þar til bærum aðilum, sumar af sveitarfélaginu, aðrar af ríkinu. Það er ákveðnir kostir við það að ákvarðanir séu teknar dreifstýrt frekar en í einni miðlægri einingu. Allir verða að tala saman, það verða allir að vinna saman, það er meira lýðræði. Ókostirnir eru hins vegar þeir að kerfið virkar oft brotakent, hagsmunir stangast á, ákvarðanir kunna vera að rekast á ef ekki er beinlínis samstafa markmið. Og við erum í dreifstýringu og við verðum að vinna saman. Alþingi setur reglur og hefur sett ýmsar sérreglur Grindavík. Grindavíkurnefnd tekur ákvarðanir til dæmis áhættumat og tekur að sér svona ákveðin verkefni að beiðni Grindavíkurbæjar, en að öðru leyti fer verkaskipting ríkis og sveitarfélags eftir almennu reglum. Sveitarfélagið veitir íbúum þjónustu og ber ábyrgð á henni, en ríkið ber ábyrgð á ákvæðum laga sé fylgt. Ýmis ráðuneytir sem að fara með sín svið og ber ábyrgð á ákvæðum laga sé fylgt. Allir bera sér satt ábyrgð á sínu sviði, markmiðið þarf að vera skýrt og allir þurfa að vinna því marki. Þannig þarf ríkið að vera vel samhæft og ríkið og sveitarfélagið að vinna vel saman, en þess að öðrum kosti gengur þetta ekki. Grindavíkurnefndin hefur verið í mjög nánu sambandi við Grindavíkurbæ, ríkið, hagsmunaaðila og Grindvíkinga. Þá hefur verið starfandi samráðshópur forsætisráðuneytisins, Grindavíkurnefndar og Grindavíkurbæjar svona í 1 ár sem hefur fundað reglulega. Það samtal hefur að mínu viti verið gott og þroskandi, stundum hefur hvesst, en alltaf í góðu enda skilningur á mismunandi áherslum. Það er afbragðs fólk sem hefur staðið vaktina fyrir Grindavík í þessu samtali, Ásrún, Hjálmar, Fannar og Guðjón Bragason. Nú í þessu samtali hefur sjónum meðal annars verið beint að fjármálum Grindavíkurbæjar, til dæmis möguleikum bæjarins til endurreisnar á næsta kjörtímabili og hvaða marki ríkið þurfi þá að koma fjárhagslega að þeirri endurreisn.
Þið Grindvíkingar eru heppnir hvað bæjarfélagið ykkar hefur verið vel rekið í gegnum tíðina. Fjármálin hafa verið í góðu lagi og vel haldið reksturinn. Að sjálfsögðu syrti nú í álinn eftir hamfari síðustu ára en samt sem áður staða sveitarfélagsins býsna sterk fjárhagslega. Þá skoðaði hópurinn hvort til væru leiðir til þess að tryggja aðkomu brottfluttara Grindvíkinga að kosningunum í Grindavík og hvort það væri yfir höfuð æskilegt að þeir tækju þátt. Það náðist síðan full samstaða á Alþingi að veita öllum Grindvíkingur sem áttu lögheimili í bænum í nóvember 23 möguleika á að kjósa í Grindavík í sveitarstjórnarkosningunum og með því sýna vilja sinn til þess að hafa áhrif í því bæjarfélagi sem þau vona að þeir geti flust til að nýju. Í gegnum þetta starf mitt að þá hef ég skynjað sterkt hvað Grindavík hefur verið gott samfélag, hvað missir íbúana mikill og hvað eftirvæntingin mikil eftir að geta snúið heim. Það gildir svo sem ekki alla, Grindvíkingar eru að sjálfsögðu ekki einsleitur hópur með sömu skoðanir og öllum málum. Viðhorfskannanir með Grindvíkingar bera þetta líka með sér. Það ekki allir á heimleið og það eru sterkar tilfinningar í spilinu eins og eðlilegt og við munum sennilega að heyra hér í dag. En það stór hópur sem vil komast heim og byggja upp nýtt samfélag. Þó að það samfélag verði ekki nákvæmlega eins og áður engin ástæða til að ætla að ekki geti tekist vel til við uppbyggingu nýs samfélags. Það margt sem hefur gengið mjög vel. Ég vil bara sérstaklega nefna hér að það hefur verið ótrúlegt að fylgjast með seglunni í atvinnulífinu og hvernig brugðist hefur verið við hverri nýrri áskorun. Það í raun algjörlega magnað að það skuli vera svipuð velta í atvinnulífinu nú eins og hún var í nóvember 23. Í raun að þá ekki ágreiningur markmið endurreisn í Grindavík. Markmiðið og hefur alltaf verið að byggja upp Grindavík. Það hins vegar áherslumunur hversu hratt hún eigi að ganga fyrir sig. Tímaþátturinn í þessu máli snúinn. Það ekki óeðlilegt að þeir íbúar sem hafa í hyggju að flytja til Grindavíkur vilji gera það sem allra fyrst, hefja það verk að byggja blómlega bæ að nýju. Best sé að gera það sem fyrst áður en börnin festa rætur á nýjum stað. Allt eðlileg sjónarmið. Það heldur ekki óeðlilegt að ríkið vilji fara hægar í uppbyggingu. Það atburður í gangi, þó langt sé frá síðasta gosi, en ennþá eru mesta líkur á því að það gjósi og magn kviku undir Svartsengi meira heldur en áður. Skýrt tekið fram í áhættumati að Grindavík sé ekki staður fyrir börn án eftirlits. Þessu eru helstu stofnanir ríkisins á þessu sviði sammála, svo sem Veðurstofan, almannavarnir, lögreglan og hlutaðeigandi ráðuneyti. Sagan segir okkur líka að eftir á engin þolinmæði fyrir því að öryggi sé ekki tryggt og alls engin þolinmæði fyrir mistökum, slysum, hvað þó bannaslysum. Ríkisstjórnin hefur gefið það út að hún sé sammála því mati Grindavíkurnefndar að það sé ekki við núverandi aðstæður forsendur til að stuðla flutningi viðkvæmra hópa til Grindavíkur. Það sérstök ráðherranefnd málefni Grindavíkur sem í sitja 7 ráðherrar. Sú nefnd hefur á þessu ári hitt Grindavíkurnefnd 3 sinnum til þess að fara yfir málin ásamt almannavörnum, lögreglunni og Suðurnesjum og Veðurstofunni. Ríkisstjórnin byggir síðan þetta mat sitt á endurritna skýrslu Grindavíkurnefndar, skýrslu Alþjóðabankans, hættumati Veðurstofunnar og áhættumati fyrir Grindavíkurbæ. Bæjarstjórnin hefur gefið út yfirlýsingu þar sem hún fyrir í gegnum rök sín fyrir hraðari uppbyggingu en jafnframt gefur hún til kynna að hún vilji vinna í sameiningu að lausnum þar sem vilji og þarfir íbúanna séu í öndvegi. Þetta gott og mjög mikilvæg yfirlýsing að mínu viti. Ríkisstjórnin hefur hug á að vinna hratt að yfirferð og endurskoðun á nýrri aðferðafræði við gerð áhættumats vegna öryggisfólks í Grindavík sem byggir á þeim hugmyndum sem að framkoma í skýrslum Alþjóðabankans og Grindavíkurnefndar sem og á núverandi áhættumati. En það hefur einmitt komið fram hjá mörgum Grindvíkingum að þeir telja að áhættumatið sé ekki nægilega vel úr garði gert og þeir þurfa að hafa mun sterkari aðkomu að því. Og þó að við segjum að aðstæður í Grindavík séu fordæmalausar, þá engu að síður fjölmörg dæmi í heiminum svæðir sem að búa við viðvarandi náttúruhamfarir. Og það hægt að læra af reynslu þeirra og við eigum að gera það. Það þarf einfaldlega ákveða
hversu mikla áhættu samfélagið tilbúið að taka. Viðhorfskönnun meðal allra þeirra sem að bjuggu í Grindavík við rýmingu sýnir einmitt að stór hluti Grindvíkinga hefur ekki í hyggju að snúa aftur til Grindavíkur alveg á næstunni, þar sem ekki ljóst hvenær núverandi hrina náttúruhamfara lýkur. Að mörgu leyti þá hefur verið biðtími nú á þessu ári í málefnum Grindavíkur. Það hefur verið beðið eftir gosi og það hefur verið beðið eftir sveitarstjórnarkosningum. Á meðan á þessum biðtíma hefur staðið hefur Grindavíkurnefnd og Alþjóðabankinn verið að vinna að sínum skýrslum. Hugmyndin með þessum skýrslum var af hálfu stjórnvalda að stjórnvöld vildu gera sitt til þess að veita sem ítarlegastar upplýsingar það flókna ferli sem endurreisnin til þess að gefa kjósendur hér í Grindavík og samfélaginu öllu sem bestar og fyllstar upplýsingar það verkefni sem að framundan Og það eru virkilega tímamót framundan. Eftir tæpan mánuð munu Grindvíkingar kjósa fulltrúa sína og veita þeim þannig umboð sitt til endurreisnar á nýju kjörtímabili. Þetta lýðræðislegu ferill og sem betur fer að þá fá fleiri að kjósa heldur en eru hér með lögheimili í dag. 2 vikum eftir kosningar munu síðan lög Grindavíkurnefnd falla úr gildi og nefndin missir þannig umboð sitt og hættir starfsemi. Ríkisstjórnin að undirbúa sig fyrir þessar breytingar. Hvert ráðuneyti fyrir sig mun áfram bera ábyrgð á yfirsýn og eftirliti á sínu málefna sviði, hvort sem að það eru skólamál eða barnaverndarmál, félagsmál, húsnæðismál eða atvinnumál. En forsætisráðuneytið mun fara með samhæfingu þessara mála á milli ráðuneyta. Og þá mun forsætisráðuneytið ráða verkefnastjóra sem að fer með málefni Grindavíkur af ríkisins hálfu. Mestu máli skiptir hins vegar að gott samstarf náist á milli ríkisins og nýrrar bæjarstjórnar Grindavíkur. Verkefnin eru nefnilega alveg óþrjótandi. Bara nokkur dæmi, húsnæðismál og sala eigna hjá Þórköllu, fjármögnun atvinnurekstrar, tryggingamál, fjárhagsleg samskipti ríkisins og Grindavíkur, velferð Grindvíkinga, veitumál. Og það væri hægt að telja hérna alveg örugglega upp 10 mál í viðbót. Og endurreisnin, hún mun ekki takast vel nema ríkið og Grindavík verði samhent í þessari vinnu. Og ég verð að segja það að með að minn samskipti að Grindvíkingum þá hef ég bara alveg fulla trú á að það takist, jafnvel þrátt fyrir að það hversi á stundum og þeir tali hér og muni tala kjarnyrta íslensku og við höfum bara einfallega þörf á því að heyra það. En góðu Grindvíkingar, það hefur verið heiður að vinna að þessu verkefni og ég hef kynnst mörgu afbragðsfólki. Þetta líka farið að hafa svona smá áhrif á mig vegna þess að ég hef farin að halda mig Grindavík í körfubolta og hlakka til að mæta á leikinn í kvöld. Já, við erum hér nokkur ef við þurfum að koma hér upp síðar á fundinu þegar við erum búin að heyra hérna kjarnyrtu íslensku að þá við erum hér Hildigunnur frá forstjóri Veðurstofunnar. Erst þú hérna Hildigunnur? Þarna ertu, já. Og Skarphéðinn í Grindavíkurnefnd og svo hérna líka Dóra Hjálmarsdóttir frá Verkís sem hefur verið að hjálpa okkur núna við svona endurbætur á áhættumati sem að þarf að taka hérna upp við Grindavík núna innan skams. Heyrðu, ég þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Já, við þökkum Benedikt fyrir. Það eru hérna mættir 5 þingmenn úr Suðurkjördæmi. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Karl Gauti Hjaltason, Sandra Sigurðardóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson og Vilhjálmur Árnason. Og þeim gefst kostur á því núna að taka til máls við svona 3 mínútur per mann og notum stafrófsröðina og ég býð Ásthildur Lóu að gera svo vel. Kærar þakkir og bara gaman að sjá ykkur svona mörg. Það eru alltaf margir á fundum í Grindavík sem frábært og sýnir bara samstöðuna og
bara hversu sterkt samfélag, ég ætla ekki að segja að þið voruð, heldur þið eruð. Þannig að ég hlakka mikið til að fylgjast með uppbyggingunni. Ég var í sjálfu sér ekki tilbúin með neitt til þess sérstaklega að tala við ykkur. Ég ætla að byrja reyndar á því að byrja ykkur kveðju frá honum Víði og Ásu Berglindi. Þau bara komust hvorugt og fannst það mjög leiðilegt og báðu mig að skila kveðju. Ég ætla bara að fá að vera alveg svona, bara vera alveg hreinskilin við ykkur. Þegar að þessi fundur var boðaður þá hugsaði ég, hvað á ég að segja? Hvað hef ég yfirleitt yfir einu eða neinu eða með þetta að gera þannig sé lengur? Vegna þess að við börðumst fyrir ykkur allir þingmenn kjördæmisins á síðasta kjörtímabili og það hefur haldið áfram þó að það hafi verið í breyttri mynd. Síðan þessir atburðir urðu og ég held að viti það alveg, þá var varðandi uppkaupin og baráttan við bankana og lífeyrissjóðina og allskyns annað sem að við komum að og lagasetningar og það var virkilega og hefur aldrei borið skugga á samstöðu þingmanna í kjördæminu í að berjast fyrir ykkur. En svo eru málin einhvern veginn komin á annað stig núna og þau voru tekin í forsætisráðuneytið, tók þau yfir og er búin að vera í samstarfi við, almannavarnir, Veðurstofuna, lögregluna og hefur Alþjóðabankinn leitað álits hjá honum og farið í alla þessa vinnu og til þess að skila og finna út bara hver staðan væri og við höfum í sjálfu sér ekki haft neina aðkomu að því. Okkur hefur verið kynnt þetta svona eiginlega leið og öllum öðrum hverja niðurstöðurnar hafa verið en við höfum í sjálfu sér ekki haft neina aðkomu og það er bara staðreynd málsins. Og þannig að ég var svona, hvað get ég sagt, hvað get ég í rauninni, hvaða hjálp get ég lofað annað en að styðja áfram við bakið á ykkur og allt það. Ég í rauninni veit það ekki alveg, af því að það er ekki alveg, við erum bara ekki, þetta er komið á annan stig, þetta er ekki lengur löggjafinn og heldur erum við komin á þetta stig sem ég var að lýsa. Það sem að hins vegar er náttúrulega að gerast núna er að það verða sveitarstjórnarkosningar eins og allir vita og þar gátum við og höfðum áhrif á það og börðumst fyrir því öll saman að það yrðu sem sagt öllum Grindvíkingum eða öllum sem áttu lögheimili í Grindavík þegar að atburðirnir urðu í nóvember 23 að þeim gæfist kostur á að bæði kjósa og bjóða sig fram. Svoleiðis að það er að gerast. Og ég er bara rosalega ánægð með það. Eins og ég sé þetta, ég hef ekkert verið sammála öllu, ég get alveg sagt það þegar það var kynnt fyrir okkur þarna á síðasta fundi ákvörðum með skólahaldið að ég og Sigurður Helgi við mættum alveg inn á þann fund tilbúin til þess að berjast fyrir skólahaldinu og gerðum það, eða ég sagði að þetta væri rosalega högg fyrir ykkur og svona, en í sjálfu sér þá var þessi ákvörðun, það var búið að taka hana. Hún er bara, við höfðum ekkert áhrif á það, við fengum kynninguna klukkutíma áður en að fundurinn hjá Grindavíkurnefndinni var og hann stóð ennþá þegar að sá fundur hófst, þannig að þetta er í rauninni ekki mikið í okkar höndum lengur, hvað þetta varðar. En þegar að hins vegar búið er að kjósa og það er komin bæjarstjórn að þá skömmu síðar lætur Grindavíkurnefndin af störfum og þá eru þessi mál í rauninni í ykkar höndum. Endurreisn bæjarins er í höndum Grindvíkinga en það þarf væntanlega, eða ég gerir ráð fyrir að þið sjáu það sjálf, að það þarf aðkomu ríkisins og þetta kemur til með að vera einhvers konar samstarf á milli ykkar og ég bara treysti því að það muni bara ganga mjög vel. En eins og var sagt áðan að það er ekkert hægt að taka völdin á sveitarfélögunum og eins og ég skil þetta þá verða völdin í rauninni ykkar megin en ríkið kemur samt alveg til með að hafa skoðanir.
Og það ekkert víst að það verði alltaf sammála því sem að næsta bæjarstjórn ákveður. Og kannski þarf stundum samtal og stundum verður það kannski erfitt og stundum, þetta allt saman mat og enginn sem getur sagt til það. En ég get bara sagt það að ég og þingmenn kjördæmisins munum alveg klárlega að standa með ykkur og gera það sem við getum til þess að leggja okkar á mörkum þegar að við getum haft einhverja aðkomu. Já, við þökkum Ásthildi Lóu fyrir, þingmaður Flokks fólksins, og þá er komið að Karli Gauta Hjaltasyni, þingmanni Miðflokksins. Gjörðu svo vel. Komið sæl, Grindvíkingar. Ég auðvitað ánægður hvað vel mætt hérna í dag og ég fyrir mitt leyti hér komin til að hlusta á ykkur í dag. Fá að vita hvað brennur á okkur, hvaða stefnu menn ætla að taka í framhaldinu. Það komið að einhvers konar krossgötum núna, bæði vegna náttúruhamfaranna og einnig sökum þess að nú verður kjörin í bæjarstjórn sem mun taka ákvörðun framhaldið. Það getur enginn gert sér í hugarlund líðan ykkar Grindvíkinga. Rússíbanaferð þá sem þið hafið upplifað síðustu misseri sem haft gífurleg áhrif á íbúana félagslega, efnahagslega og ekki síður á sálatetrið í bæjarbúum. Þannig að við erum að takast á við mjög eða fordæmalaust hér á landi atvik og það ríður á að fara vel í að byggja upp Grindavík. Ég þess fullviss að ný bæjarstjórn sem kjörin eftir nokkra daga mun taka stefnu það að endurreisa hér bæinn og að sjálfsögðu munum við þingmennirnir og ríkisstjórnin standa á bak við þær ákvarðanir sem slík bæjarstjórn tekur og ég þess fullviss að Grindavík mun rísa að nýju. Nú, ríkisvaldið þetta ekki laust allra mála. Það verður að vinna með bæjarstjórninni sem verður kjörin og mér heyrðist að vera þannig hjá Benedikt að það þarf að gera einhverja aðgerðaáætlun og ríkisvaldið verður að koma að því að byggja hér upp og laga það sem þarf að gera hér í bænum. Auðvitað stöndum við með því sem komandi bæjarstjórn mun ákveða að gera hér. Að sjálfsögðu. Fjölmörg atriði eru vandasöm. Ekki síst hvað ber að gera fyrir þá Grindvíkinga sem vilja snúa tilbaka og væntanlega búa í sínum húsum áfram, uppkaupa á þeim, hvernig það best að gera það, hvernig greiðslum háttað, hvort það kannski leikt í byrjun, eitthvað svona kauplega, á hvaða verði. Þarna verður ríkið auðvitað að koma að vegna þess að aðstæður eru auðvitað fordæmalausar. Talan ekki ástandið hvað varðar tryggingar. Þar verður ríkisvaldið einnig að koma að. Nú, ég ætla nú ekki að hafa þetta mjög langt, ég ætla bara að gera orð Ólafs Jóhannessonar sem voru sögð fyrir næstum 53 árum síðan eftir Vestmannaeyjagosið, eða meðan á því stóð þegar að menn voru hikandi hvort það væri búandi í Vestmannaeyjum eftir þetta. Þá sagði Ólafur Jóhannesson, og ég ætla að gera hans orða mínum hér, hvað var það Grindavík? Grindavík mun rísa. Við þökkum Karli Gauta fyrir og þá er komið að þingmanni Viðreisnar, Sandra Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl, Sandra heiti ég.
Ótrúlega gott að sjá ykkur hér í dag og takk fyrir boðið, takk fyrir að bjóða ykkur að koma hingað. Það eitthvað þegar ég kem hingað þá kemur svona kökkur í hálsinn, það bara þannig. Og að finna kraftin ykkar alveg ótrúlega dýrmætt. En ég ætla nú ekki að koma hingað til að grænja, af því að það ekki mitt hér, en ég kem auðvitað inn á þing fyrir það bil 2 mánuðum síðan fyrir Guðbrand og ég veit að vinur minn Guðbrandur búinn að berjast með kjafta klóm fyrir ykkur Grindvíkinga og hann hefur staðið sem príð þar, þannig að það svo sem mitt að feta í þau spor og tala ykkar máli. Ég auðvitað ekki djúp í öllu því sem hefur farið fram hér, en auðvitað bara sem íbúi hér sem eru fylgst með ykkur og styrknum ykkar og samheldninni og þrautsegju umfram allt og þetta samfélagi náttúrulega alveg einstakt þannig að bara, ég veit að þeir eru örugglega búin að heyra þetta mjög mörgum sinnum en það bara þannig. Ráðuneytisstjóri fór auðvitað vel hérna yfir það sem búið að gerast og hver staðan og allt það og Ásthildur Lóa fór líka svolítið yfir það að nú þetta í rauninni bara í höndum framkvæmdarvaldsins og í forsætisráðuneytinu en það mitt hlutverk hér í dag að koma hingað til þess að hlusta á ykkur og vera málsvari ykkar inn á þingi það sem að við getum nýtt kraft á okkar til þess að tala ykkar máli og það ég komin hingað í dag til þess að gera það. Bara eins og ég segi og eins og ég sagði áðan, bara samfélagið ykkar einstakt og þvílík segla og kraftur. Það alveg skýrt að við viljum byggja upp Grindavík aftur og eins og Karl Gauti kom inn á hérna áðan, Grindavík mun rísa, það alveg klárt. Og hvað tímalínu varðar og svoleiðis að þá verður það bara svolítið að koma í ljós. Svona með nokkrum samtölum og svona þá heyri ég svona þegar ég var að undirbúa mig í morgun fyrir það að koma hingað og eiga samtal við ykkur þá heyrði ég svona svona gagnrýni sem snýr að gæðum á núgildandi áhættumati sem auðvitað mjög alvarlegt og við viljum auðvitað íbúar Grindavíkur hafa eitthvað það að segja og það ekkert Grindavík án Grindavíkur að samtalið þarf auðvitað að fara fram og fyrst og fremst þarf að vera traust á milli aðila. Þannig að ef það gagnrýni og eins og með áhættumatið og gögn séu óvönduð þá það mjög alvarlegt og við tökum því alvarlega að við viljum auðvitað að þið fáið og eigið ykkar rödd þar og mjög mikilvægt að þið séu hlustað á það. Fyrst og fremst líka þetta snýst þetta öryggi íbúa og barna og við þurfum að tryggja það og það auðvitað ríkisins að bera ábyrgð á því að allir séu öryggir í umhverfi sem þeir búa. Þannig að það þarf auðvitað að horfa á þau sjónarmið og þau gögn sem að liggja til grundvallar þar. En ég ætlaði ekki að hafa þetta mikið lengra en það bara ótrúlega gott að sjá ykkur og ég hlakka til að eiga samtöl við ykkur og ég klæddi mig í gulan jakka, þetta var gulasti jakki sem ég átti heima þannig ég hlakka til að mæta vellir með ykkur eftir þannig að bara hlakka til að eiga samtöl við ykkur. Við þökkum Söndru fyrir og þá komið að Sigurði Inga Jóhannssyni, þingmanni Framsóknarflokksins. Gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, kæru Grindvíkingar, gaman að sjá ykkur mörg hér og við höfum farið í gegnum þennan feril mörg saman átt erfiða fundi og hlutirnir snerust upphafi einhverja fullkomna óvissu, búa til skjól, kaupa upp hús, búa til varnargarða, koma fyrirtækjum og fólki til aðstoðar og ég veit að við náðum ekki að bjarga öllum og við náðum ekki að svara öllum spurningum og við lentum oft í því að efast hvað gerðist næst og gátum ekki svarað ykkur fullkomlega nægilega vel. Og það bara þessi auðmýkt og viðurkenning að við ráðum ekki við náttúruöflin og ég veit að það eru núverandi stjórnvöld líka í þeirri stöðu í dag og hef skilning þar að leiðandi á þeirra afstöðu til sumra hluta. Og ég líka sammála því sem hér hefur verið sagt af öðrum að við munum þingmennirnir og ég trú ekki öðru en stjórnvöld standa með ykkur til uppbyggingar og endurreisnar sem hér þarf. Það sem að mig langar samt að segja hér við ykkur í dag núna eftir þennan tíma sem komin að
alltaf vonumst við til að síðasta gosið sé búið og það kom ekki meira. Og það getur verið þannig. Og þá þarf endurbyggingin upprisan að hefjast. Við getum ekki beðið endalaust. Og ef það er þannig að þið hafið valdið sem að í raun með sveitarstjórnum á Íslandi, þá það þið, fólkið, sem takið þessar ákvarðanir. Ríkið getur ekki komið og sagt, en við viljum að þið gerir svona og hinsegin. Annað hvort ráðið þið þessu, algjörlega, eða ekki. Þannig að ég styð ykkur í ykkar vegferð. Ég heyrði alveg ákall bæjarstjórnar fulltrúana ykkar, forsvarsmannana, og ég heyrði alveg klappið sem að þið tókuð undir með. Og mér finnst mikilvægt að það sé meðvitað af stjórnvöldum að annað hvort ráði þið eða ekki. Það getur ekki verið að ríkið segi, já við verðum að geta átt gott samstarf við næstu sveitarstjórn og sveitarstjóra, það þarf nú að setja alls konar fjármuni í þetta og hitt, við viljum að gera þetta. Annað hvort ráði þið og ríkið segir, við komum með fjármagni, við komum með stuðningin og við komum með það sem þarf. Og ég held að það þurfi að Þórkatla fari að borga fasteignagjöld til sem ríkisstofnun, til sveitarfélagsins, það eru 300-400 milljónir. Ég held að ríkisvaldið verði að ákveða einhvern ramma af fjármunum til næstu ára svo fremi að það sé skynsamlegt að fara að byggja upp, að það hætti þessi eldgos. Ég held að það sé það sem þurfi og ég held að þurfi skýrari skilaboð til ykkar að þið ráðið, en ekki að þið þurfið einhvern veginn að sækja það síðan til ríkisins og að sé raun og ríkið sem ráði. Annarkvort ráðið þið eða ríkið. Og ég tel að það eigi að vera þið og við munum bakka ykkur upp í því. Ef það þurfa einhverja lagabreytingar, þá erum við í Framsókn til í að styðja við þær. Ef það þarf einhverja breytinga á þeim stuðningi, ef það kemur eitthvað óvænt, þá erum við til í það. Ef það þarf að veita ríkisstjórninni aðhald vegna þess að hún ætlar að fara að þvinga ykkur til þess að gera eitthvað sem þið viljið ekki gera, þá verðum við til í það. En ég vonast til að við getum öll verið saman í þessari vegferð í endurreisninni og uppbyggingunni. Getið miður ekki verið á körfuboltaleiknum í kvöld. Ég ætla að koma í úrslitakeppnina og sjá Grindavík vinna Tindastól. Við þakkum Sigurði Inga fyrir og það var komið að síðasta þingmanninum í þessari lotu, Vilhjálmur Árnason frá Sjálfstæðisflokki. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri og kæru Grindvíkingar, gott að vera með ykkur hér í dag. Þeir hafa nú alltaf verið fjölmenni fundirnir en ég held að þessi sé sá fjölmennasti sem sýnir það líka bara að við Grindvíkingar ætlum ekkert að láta stoppa okkur þó að það virðist sumstað að vera að reyna að hægja á okkur. Við erum bara lögð á stað og ætlum áfram. Þetta er bara spurning hversu hratt komumst við. En ég hef ekki heyrt einn Grindavíking aldrei vilja gefa afslátt öryggi. Aldrei. Ég held að öryggismálin sé best fyrir komin hjá okkur sjálfum sem erum hér á svæðinu, erum að meta öryggið dag frá degi, þekkjum okkar umhverfi og við erum núna búin í ansi mörg ár að vera í stanslausu samtali við jarðfræðinga, jarðeðlisfræðinga, við veðurstofuna, við verkfræðinga og fá upplýsingar þetta. Og þrátt fyrir allir þessi hættumöt og allar þessu upplýsingar, þá er ekki ennþá komið fyrir okkur sem erum með allar þessu upplýsingar, búin að lifa og hrærast komið nein rök fyrir því að þó að hér sé áhætta, þó að hér sé ennþá smá óvissa, en hver eru þessi rökin fyrir þessari aukna hættu þannig að hér þurfi stjórnvöld að vera að mæla gegn því að börn séu bæn, gegn því að við getum tekið ákvörðunina sjálf, að hér þurfi að hafa sér stjórnvald yfir okkur, að hér þurfi einhver annar að ráða því hvort þessi óhætt að búa í húsunum eða ekki. Ég bara hef ekki séð þessi rök. Þetta eru svo stórar ákvarðanir sem ríkisvaldið að taka
til þess að hægja á öllu hérna án þess að segja það hvaða rök eru þetta. Við vitum að það er áhætta að vera til. Það er áhætta að bjóða upp á ferðaþjónustu á Íslandi. Það er áhætta að bjóða upp á það að keyra veginn á Íslandi. Alltaf verður opnaðar aftur eftir umferðarslys. Hver ber ábyrgð á því? Þannig að við erum farin að upplifa hér að stjórnkerfið er með ábyrgðarflótta. Ábyrgðarflótta. Það er að segja við okkur að fundum að hafa komið Súðavíkurskýrsla. Og hvað kemur það okkur við? Hefur einhver látist í jarðhræringum hér eða á Íslandi síðust ár? Það var vissulega vinnuslysina, en það hefur engin látist. Hjallist að við varum Íslandsmeistar rýmingu, já, það er í tíma. En á öllum þessum árum, þá erum við búin að rýma í færri skipti heldur en mörgum öðrum snjóflóða hættu svæðum á Íslandi. Af hverju með að bjóða börnum þar upp á að rýma en ekki hér? Og það er ekkert sem að jarðfræðingarnir og Veðurstofan neitt að gefa ykkur upplýsingar það að þó komið 1 gosi viðbót eða 10 að hér breytist eitthvað. Við höfum 14 ára jarðsögu og annað slíkt. Þannig að staðan er bara þessi núna að þingið þarf að gera 1 til 2 lagabreytingar. Það er eina sem að kemur beint til okkar þingmanna. Það er annars vegar að afnema undanþágu Þórkötlu fasteignagjöld, að hún þurfi ekki að borga fasteignagjöld. Og ef það er gert, þá þarf Grindavíkurbær ekki frekari stuðning frá ríkinu á neinn hátt nema þá í þá innviði sem eru umfram skemmtendur venjulega. Það er eina. Og svo mögulega þurfum við að gera einhverja lagabreytingu sem að heimila sérstaka tryggingu og náttúruhamfaratryggingu, þannig að sé hægt að hefja sér uppbyggingu. Og allt þetta sem við erum að fara fram á er ekki kostnaður fyrir ríkissjóð, heldur er að draga úr kostnaði, hraða uppbyggingunni, þannig að við finnum aftur að skila meira til samfélagsins heldur en að samfélagi þarf að veita til okkar. Það er það sem þarf að gerast og þetta þarf bara að vera skýrt og vera okkar ákall, þannig að Þórkatla þarf bara að leyfa okkur að búa í húsunum, þá kemur alltaf þessu ósanngjarnt og þessu kostnaður og þau bera ábyrgð. Nei, það dregur úr kostnaðum flýtir endurreisninni, dregur úr kostnaði ríkissjóðs. Náttúruhamfaratrygging þarf að gera hliðartryggingu til þess að það sé hægt að byggja hér ný fyrirtæki og flytja húsin og gera eðlilega markað sem flýtir það endursölu Þórkötlu eða þar að kemur. Og það þarf að hætta að vera að tala alltaf upp áhættuna og draga þetta niður. Það er vissulega áhætta hér eins og alls staðar á Íslandi. Við erum bara fullfær og við erum besti þess sjálf að tryggja okkar eigið öryggi og þannig mun þetta rísa mjög hratt. Ég hlakka til að gera þetta með ykkur. Við þökkum Vilhjálmi fyrir og þá er komið að liði sem heitir fyrirspurnir frá fundamönnum og salurinn getur óskað eftir því að taka til máls. Ég vil endilega biðja allum að vera mjög stuttorða og bera fram spurningu og ekki vera með ræður. Við þurfum að gefa fleirum kost á því að tala hérna heldur kannski hægt verður á hálftímanum sem við höfum. Hann Eggert hann ætlar að ganga hér með hljóðnema og þeir sem vilja biðja orðið er beðnir að gera það skilmerkilega með því að rétti pönd og ég vil líka biðja ykkur að geta nafns eða kynna ykkur þegar þið tækið til máls. En að því búnu þá er orðið laust. Eggert. Hæ, er ég mér? Nei. Kvikt á mundi. Hæ, heyrðist í mér? Já. Hvað heiti ég? Stopp ég? Hæ. Já. Inga Fanny heiti ég, rödd unga fólksins, bæjarfulltrúi. Þið eru öll örugglega að hugsa, hún er að nálgast miðaldra og það er bannað að vera með aldursfordóma hér. Já, ég er með spurningu hér til Benedikts, ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins.
Er það rétt að fasteignafélagið Þórkatla sé tilbúið með sína tillögur en forsætisráðuneytið heldur aftur að því að kynna þær tillögurnar þá? Takk fyrir. Við skulum kannski taka nokkra spurningar í einu. Það mjög mikilvægt að tala í mikrofónu vegna þess að útsendingin í gangi og þeir sem að heima sitja þurfa að geta fylgst með spurningunum og ekki taka til málsnum í gegnum hljóðnemann. Gjörðu svo vel. Komið sæl, Guðbjörg heiti ég og formaður járngerðar hagsmunasamtaka Grindvíkinga. Við höfum náttúrulega barist lengi og við vitum það all Grindvíkingar sem situr hér. Nú erum við farin að berjast við stofnanir ríkisins. Og sú barátta eiginlega erfiðari heldur en náttúruöflin. Við erum búin að verja okkur þokkalega fyrir þeim og farið yfir aðgerðaráætlanir og áhættumat og hvað þetta heitir allt saman. Spurningi mín til Benedikts hann talar mikilvægi samvinnu sveitarfélagsins sem að verður bara með allt þetta í höndum sér eftir næstu kosningar. Þið hafið samt sem áður öll völd í hendi ykkar með fasteignafélaginu Þórkötlu. Þið getið skrúað fyrir alla aðkomu að fólkinu okkar að flytjast heim aftur. Hvað ætlið þið að gera í þessu málum? Takk fyrir. Já, komið sæl. Ég heiti Thelma Sif og fædd og uppalin hérna í Grindavík. Takk fyrir frábæran fund og frábært framtak hjá Grindavíkurbæ. Það gott að sjá að háttvirtir þingmenn séu mættir hingað til þess að hlusta. Mér langar aðeins að ræða varðandi endurreisn Grindavíkur að hún helst að verulegu leyti í hendur við endurkaupaáætlun Þórkötlu og í því samhengi langar mig líka að leyfa mér að segja að það bagalegt að hér sé enginn frá Þórkötlu mættur til þess að svara. En varðandi endurreisnina þá gerist ofboðslega lítið áður en fólk hefur einhvers konar fyrirsjáanleika varðandi næstu skref. Kaupréttur og forkaupsréttur tryggður til 1. mars 2027 og það þýðir einfaldlega að það eru 313 dagar til stefnu. Endurkaupaáætlunin vonandi langt komin, en hversu langan tíma á að gefa fólki að ákveða næstu skref og þau verða, eins og ég sagði, ekki ákveðin fyrir það einhver fyrirsjáanleiki. Og talandi fyrirsjáanleika að fasteignafélagið Þórkatla keypti fasteignir í bænum og kaupverðið var lög ákveðið, það að segja 95% af brunabótamati á kaupdegi. Svo kaupverðið fest þarna áramótin 2024-5, þannig að ef að kaupsamningar voru gerðir eftir það tímamark þá skyldi miða við brunabótamatið áramótin 2024-5. Nú blasir við fólki sem hefur áhuga á að kaupa eignirnar sína tilbaka og sem svona forsenda þess að hér byggist upp samfélag aftur, að 95% af núverandi brunabótamati líklega meðaltal 10 milljón krónum hærra heldur en það var þegar að fólk seldi eignirnar sínar. Þrátt fyrir að það sé jafnvel ekki búið að fara í nokkurs konar framkvæmdir eða viðhald, heldur þetta aðeins vísitöluhækkun. Ég hef fullan skilning á því að við eitthvað þurfti að miða þegar þetta var sett, en ég á því að mögulega þurfi þingmenn að bregðast við og jafnvel gera breytingu á lögunum vegna þess að ef lögin eins og í dag og verða þannig og fólk þarf að greiða mun miklu hærra verð fyrir eignirnar heldur en það seldi þær á, að þá muni það tefja fyrir endurreisn samfélagsins. Þannig að mín spurning bara til þingmannanna sem hér eru þið meðvituð þetta og ætlið að bregðast við þessu? Það nú þegar komnar hérna nokkrar spurningar og við ætlum að biðja Benedikt kannski að bregðast við þeim til að byrja með og svo höldum við áfram. Gjörðu svo vel, Benedikt. Það kveikt á þessu, ekki svo? Já, takk fyrir þetta. Það voru komna hér fyrirspurnir frá Ingu, Guðbjörgu og Thelmu Sif og þær lúta allar af því sem að kannski eðlilegt má teljast Þórkatlu vegna þess að augljóslega hefur Þórkatla
og ákvarðanir þær sem að Þórkatla mun taka alveg gríðarleg áhrif á það hvernig endurreisnin gengur fyrir sig, hversu hratt og allir þeir Grindvíkingar sem að eru hundruðir ekki þúsundir sem hafa áhuga að flytja aftur í bæinn að bíða og hafa núna beðið þó nokkuð lengi eftir því hvers konar aðferðafræði verður notuð. Mér skilst nú reyndar að Þórkatla hafi svona farið yfir á ýmsum fundum, svona kannski helstið í því, þannig að margir ættu svona að þekkja svona grundvallar hugmyndina þar að baki. Ég geri það svo sem líka, en kannski ekkit meira heldur en margir aðrir. Ég er ekki hér fulltrúi Þórkatlu og get ekki svarað fyrir Þórkatlu, talandi það sem ég ræddi í minni ræðu að þá er þetta dreifstýrt og Þórkatla tekur sínar ákvarðanir. Mér skildist, þannig að ég hafði samband við forsvarsmann Þórkatlu að kæmi hér ekki í dag í ljósi þess að þau verið ekki tilbúinir á þessu stigi til þess að gera grein fyrir endurkaupa áætluninni. Það væri þó allt í vinnslu, en það hefur tekið meiri tíma heldur en gert var ráð fyrir, meðal annars vegna þess að laga- og reglugerðarmálin hafa reynst flóknari heldur en reiknað var með í upphafi. Við höfum ekki lagt neitt hart að Þórkatlu í þessum efnum í forsætisráðuneytinu eða við höfum ríkisstjórnar, en Þórkatla hefur á sjálfsögðu fylgst grannt með þeirri umræðu sem að verið hefur innan stjórnkerfisins. Þórkatla er að langmestu leyti í eigu ríkisins, fylgst með og tekið þátt og fengið boð á ráðherranefndarfundi þar sem að rættir möguleg tilmæli Grindavíkurnefndar. Þannig að þeir eru fullkomlega meðvitaður það og eru þá væntanlega núna að velta bara mjög vöngum yfir því hvernig bregðast við þá þessum tilmælum Grindavíkurnefndar sem að ríkisstjórnin hefur síðan gert að sínum. Og Guðbjörg talar hér um samvinnuna en öll völdin liggi hjá ríkinu, eða þar að segja Þórkatlu, vegna þess að Þórkatla liggur á þessum fjársjóði sem eru þá allar eignir sem að þið munum að lokum vonandi geta keypt og flutt heim og vissulega þetta er, og við höfum vitað náttúrulega í lengri tíma að þetta er, ef það er einn aðal þáttur í endurreisninni þá hlýtur það að vera endurkaupa áætlunin. Ljóst þó og ég vil bara taka það fram og viss að hér kom fram til dæmis hjá Sigurði Inga, annarkvort ráðið þið eða ekki, og það er rétt. Það er einfallega bara rétt. Bæjarstjórnin sem að núna mun taka við eftir þessar kosningar hefur mikil völd og þess vegna líka eru kosningarnar svo mikilvægar vegna þess að bæjarstjórn sem að nú situr eins vel og hún hefur nú staðið sig að þá var hún náttúrulega ekki kjörin til þessa verkefnis. Hún fékk þetta bara í hendurnar. Hún bað ekki að þurfa að takast á við verkefni af þessari stærðargráðu, alveg ótrúleg stærðargráðu, og ég efast að nokkurn tímann nema þá í Vestmannaeyjum 73 hafi sveitarstjórn lent í öðru eins verkefni. Þannig að nú er þó að koma þá bæjarstjórn sem að hefur full umboð kjósenda í Grindavík til þess að taka þær ákvarðanir sem þarf, og þar hefur bæjarstjórnin úrslita vægi, en ég bara ítreka það sem að ég hef sagt hérna áður, að ég sé ekki nokkra leið aðra heldur en að ríki og sveitarfélög þurfa að vinna bara mjög vel saman að því til þess að þetta gangi upp. Það eru bara svo margir þættir, og spurningin annarkvort ráðið þið eða ekki hún er að mörguleyti rétt, en samt sem áður á endanum að þá er bak ábyrgðin ríkisins. Ríkið verður að fylgjast grannt með því hvernig staðið er að uppbyggingu hér í þessu bæjarfélagi. Ríkið ber ábyrgð, ríkið þarf að hafa eftirlit með skólahaldi, ríkið þarf að hafa eftirlit með barnaverndarmálum, ríkið þarf að hafa eftirlit með því að félagsleg þjónusta sé hér veitt samkvæmt lögum, og það er engin önnur leið, og ég held að fjárhagsleg samskipti ríkisins og Grindavíkurbæjar verði flóknari
heldur en lítur bara að því að Grindavíkurbær fái fé vegna fasteignagjalda Þórkötlu. Ég held að verði mun flóknara verkefni en svo. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Þá gefum við aftur orðið laust. Rétt upp hönd, já, Eggert er lagður á stað. Ég vil ítreka það að ég byrð fólkum að vera svona stuttorð svo fleiri komið stað. Góðan daginn, Davíð heiti ég, arkitekt og Grindvíkingur. Spurningin mín beinist að þér, Benedikt. Við erum náttúrulega ekki öll hérna alveg rosalega mikið inn í stjórnmálum eins og þið þarna. Benedikt, getur þú útskýrt fyrir okkur hvað þýðir það að ríkið beri ábyrgð? Þetta er oft sett fram og við sýnum því skilning, en samt skiljum við ekki endilega, allavega ég skil ekki endilega alveg hvað þú meinar með það. Og Telma var spurning áðan, þú veist, er það þannig að Þórkatla þarf að svara því, Benedikt, eða getur þú komið inn á það líka? Takk. Birna Björnsdóttir heiti ég, komið sæl. Þegar Þórkatla var stofnuð og lög sett hana, þá voru sett forkaupsréttar ákvæði, tala fyrst 2 ár og svo 3. Á fundi í Járngerðar, núna síðasta fundi, þá var talað það væri 10 mánuðir eftir að þessum forkaupsrétta rétti okkar og Þórkatla ekki tilbúin með neitt. Og nú kemur það kannski til að dragast í einhverja mánuði enn og fólk þarf að hafa möguleikann á forkaupsrétti, ekki endilega 1 mánuð eða 2, er hægt að núllstilla, bara setja fram frumvarp til laga, samþykkjalög og núllstilla forkaupsréttin í 2-3 ár frá því að Þórkatla byrjar að koma með endurkaup, byrjar möguleikann á endurkaupum aftur. Ekki að hann líði frá að sé búið núna, bara 10 mánuðir eftir á þessum 3 árum, heldur núllstilla þetta við þann tíma þegar að endursala hefst. Ég myndi vilja að allir þingmenn sem hér eru svara þessu með já eða nei. Helst Benedikt líka. Takk fyrir. Ég heiti Sæbjörg. Af hverju sálfræðitímar ekki lengur í boði fyrir börn og unglinga og bara fólk yfir höfuð frá Grindavík? Fólk ennþá í áfalli eftir þetta allt og til þess að geta komið aftur tilbaka þá þarf það að jafna sig á þessu. Sumir ekki ennþá tilbúnir til að koma tilbaka eftir þetta áfall og þurfa það hjálp með það. Og þið segið að fólk þarf að standa saman og ég vilja koma aftur tilbaka til þess að laga bæinn. En það þarf fólk líka að vera með nógu góða andlega heilsu og þá þarf sálfræðihjálp til þess að geta gert það. Ein spurning í viðbót, já, og svo byrjum við kannski Benedikt aftur að svara. Flesta spurningar hafa beinst á honum, gerðu svo vel. Já, komið sæl, Ásrún heiti ég. Mér langar, kæri Benedikt, þetta beinist flest allt að þér. En þú talar hérna nýja aðferð við áhættumat. Hvenær gæti það litið dagsins ljós? Benedikt, gerðu svo vel. Já. Takk hann hérna. Já. Herru, já, ég þarf að vinna fyrir laununum mínum hérna í dag. Aldrei svo. En takk fyrir spurningarnar. Eggert, Birna, Sæbjörg, Ásrún. Hún sé með nöfnin á hreinu. Mér fannst góð og eðlileg spurning hérna hjá Eggert hvað felist í raun og veru í ábyrgð. Þess að hér hefur líka verið talað ábyrgðar flótta. En ég held að það sé, og þetta fullera það, að miðað við þær upplýsingar sem að lágu fyrir ríkisstjórn, skýrsla Grindavíkurnefndar,
stór hópur sérfræðinga frá Alþjóðabankanum sem að hinga kom í mikla vinnu og voru mjög heppin að geta fengið það fólk sem að hefur verið að vinna í náttúruhamfaramálum hjá Alþjóðabankanum á tugum staða í heiminum og það eru í skýrslu Alþjóðabankans nefnd um 30 tilvik í náttúruhamförum sem Alþjóðabankin hefur komið að og hvað mætti af þeim læra. Til viðbótar hættumat Veðurstofunnar og svo síðustu áhættumatið þar sem að kveðið sérstaklega að það sé meiri áhætta fyrir börn og aðra viðkvæma hópa heldur en aðra hópa í Grindavík. Að þá væri það í raun ekki ábyrg ríkisstjórn sem ekki myndi taka þá afstöðu sem að þessi ríkisstjórn gerði og það myndi sjálfsagt hvergi í heiminum verða gert. Það sem sagt að það eru engin skrifleg gögn fyrirliggjandi sem að styðja annað. Og ríkisstjórnin tekur auðvitað þessari ábyrgð bara mjög alvarlega vegna þess að það bara einfaldlega atburður í gangi. Þessari hrinu ekki lokið. Hildigunnur getur farið yfir það ef að óskað er eftir. En það hefur ekki safnast meiri kvika í hólf hér undir Svartsengi. Og við þessar aðstæður alveg réttlætanlegt að spyrja sig að því hvort að á meðan á þessu stendur, hvort sem að það taki einhverja mánuði eða ár. Ég veit að það þarf að vega þá og meta hvenær áhættan síðan orðin ásættanleg. En hættan ennþá fyrir hendi. Ég meina á því leikur eiginlega bara engin vafi og ríkið bara tekur þá ábyrgð bara mjög alvarlega. Ég treysti mér ekki til þess að svara spurningu Birnu forgangsréttinn og vona að þingmenn geti komið þar að. En Sæbjörg var með þarna mjög athyglisverðan punkt sem alveg ástæða til þess að fara hér betur yfir sem með sálfræði tímana. Að það var bara mikil áhersla lögð á það af ríkisstjórn og þjónustu teymi Grindavíkur hér eftir hrunið. Á náttúruhamfarirnir eftir rýmingarnar 23 að leggja mjög mikla áherslu á það vitandi það hvaða fordæmi eru erlendis frá í hamförum af þessu tagi, hvaða andlegu vanlíðan það getur haft og ég myndi segja að það hafi vel tekist til eða mistukasti að þá að ég hafi reynt að fylgjast með þessu að þá komi bara verulega óvart að sjá það í viðhorfskönnun þeirra Grindvíkinga sem að bjuggu í Grindavík 23. Það var ríflega 50% svörun, eitthvað 1500 mann sem að tóku þátt og af þeim hafði svona rétt helmingur þegið sálfræði ráðgjöf. Sem að mér finnst bara virkilega gott að það skyldi takast. Og jafnframt að þá alveg spurning árangurinn, ég vona að hann hafi verið einhver, en það var jafnframt mjög svona erfitt og sorglegt að sjá það í sömu könnun að mjög stór hluti Grindvíkinga upplifir mun meiri sálfræðilega erfiðleika eða andlega erfiðleika nú heldur en fyrir hrun. Kannski þarf það ekki að koma óvart svona í ljósi þess að meðal Grindvíkingurinn hefur flutt að meðaltali 3 til 4 sinnum á þessum 2,5 ári. Og það eitt og sér, allir þessir búferlaflutningar, sumir hafa flutt einu sinni en það fámennur hópur, sumir hafa samkvæmt sömu könnun flutt 9 sinnum. Þannig að það augljóst að slíkt hlýtur að hafa í för með sér erfiðleika jafnvel á sálfræðisviðinu. En spurningin laut að því af hverju ekki lengur boðið upp á þetta. Já, það verður líka að spyrja þá sveitafélagið að því. Ég meina það var einfaldlega bara svo á sínu tíma þegar lögin Grindavíkur nefnd voru sett að þá var gert ráð fyrir því að þau lög væri í gildi í 2 ár eða fram að bæjarstjórnarkosningunum núna. Nú það að koma. Þjónustu teymi Grindavíkur nefndar hefur þess vegna núna svona síðustu mánuði verið að draga saman seglin.
Hins vegar að þá hefur það alveg komið fram og til dæmis hjá þjónustu teiminu, sérstaklega hjá henni Jóhönnu Grindvíkingurinn sem að situr í Grindavíkurnemnd, sem að hefur unnið bakið brotnu í þessum málum, að það sé mjög mikilvægt að halda þeirri þjónustu áfram, hvort sem að það þá verkefni sveitafélagsins eða ríkis að afloknum þessum kosningum. Nú þegar að Grindvíkingar eðlilega vilja stjórna sínum málum sjálfur og hafa tækifæri til þess og hafa hér hvatningu frá pólitíkinu um að gera það. En það fylgir þá líka bara sú ábyrgð að vinna að velferð þegnana og það þarf líka að ræða það, hvort að það sé þá eðlilegt að ríkið komið að einhverju leiti að því. En þá þarf þetta samtal sem og ég hef verið að tala hér í dag, sem svona mikilvægt á milli ríkisins og Grindavíkur. Síðan með Ásrúnu, sem að kannski spurning sem að blasir svolítið við eftir þessi tilmæli Grindavíkurnefndar, hvað felst í því sem að Grindavíkurnefnd og þá í framhaldi ríkisstjórnin vill gera, sem að lítur í raun og veru að endurskoðaðri aðferðafræði við gerð áhættumats fyrir þéttbýli í Grindavík. Í ljósi þess hversu mikla gagnrýni það ferli hefur fengið. Það er hægt að upplýsa það hér og það eru líka aðrir hérna inni á vegum ríkisins sem að geta komið að því þegar það vilja. En það er bara verið að undirbúa það nú, bara einmitt þessa vikuna og vonandi tekið fyrir stýrihóp ráðuneytanna í næstu viku og síðan í samráði við Grindavíkurbæ. Svona lýsing á þeirri aðferðafræði að áhættumat verði sett fram með aðgengilegum hætti fyrir íbúa og aðra sem dvelja á svæðinu og það ríki breið sátt á meðal íbúa, viðbragðsaðila og stjórnvalda. Og það er byggt á því sem að Alþjóðabankinn talaði í skýrslu sinni og ég hvet ykkur endilega til þess að líta á. Hún er reyndar löng og kannski ekki sérstaklega aðgengileg og hún er á ensku en við erum að þýða hana. Og vonandi verður svo þýðing tilbúin bara innan skams þá samsvöruna við hættumat vegna ofanflóða sem að rættir og skilgreint það hvað ásættanleg áhætta og það sem við erum að hvetja til að þetta sé gert með eins faglegum hætti og hægt það sé ekki tilfinningar sem verða látnar ráða, heldur tökum við þær aðferðir sem að þó hafa reynst vel annar staðar, beitum hér á okkur sjálf. Við vitum að það er áhætta, við vitum að það er áhætta að labba hérna út og við getum orðið fyrir bíl. En við vitum líka að það er 25 milljónir rúmmetrar af kviku hérna undir Svartsengi. Þannig að við vitum að það er áhætta. Og það er það, en við vitum líka að við getum ekki beðið hérna alveg endalaust. 2,5 ár núna frá rýmingu er mjög langur tími í mannheimum, mér finnst persónulega. Er þetta... Nei, ok. Ok, það er allt í lagi, en ég er að reyna bara að skýra það. Mér finnst líka bara alveg eðlileg. Er ég að beðið að... Er byggðum hljóðið saman? Já, einmitt. Mér finnst bara alveg eðlilegt að þið heyri bara þau sjónarmið sem að hafa þá verið inni í stjórnkerfinu mál sem að skipta ykkur bara mjög miklu máli og við viljum endilega reyna að vinna með okkur að. Þess vegna er ég að reyna að skýra hérna út hvernig þetta hættumat gæti orðið. Og við erum bara að vinna að undirbúningi þess og ég held Ásrún að þetta þurfi ekki að taka mjög langan tíma. Ég þori ekki að fullyrða hve lengi. En ég er bara freista þess hérna að reyna að skýra út bara af því marki sem að ég mögulega get hvaða sjónarmið ráða baki ákvörðunum stjórnvalda í þessum efnum. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Þetta er auðvitað mjög flókin og stór mál hérna en því miður verð ég að loka mælendaskránni svona fljótlega, það líður öll á tíman okkur, það er nokkrar hendur á lofti, það er ein spurning á mann og ég verð að biðja líka bara að svörin séu stytt þó að það séu þetta erfitt að stytta oft málsitt í svona þungum erfiðum málum.
við þurfum að gefa líka þingmönnunum kost á því að taka til máls stuttlega í restina. Þannig að ég bið allir að svona stytta mál sitt því miður. Herðu, Hallfríður heiti ég, bæjarfulltrúi. Mig langar, ég ekki með spurningu en ég ætla að brýna fyrir sérfræðingunum að sunnan að við sátum fund í Tollhúsinu mars, apríl 24 þegar átti að fara að taka af allar stýringar hérna inn í sveitafélagið. Þá stóðu menn upp og það var þáverandi Grindavíkurnefnd sem að boðaði það að það ætti að fara að taka þessar stýringar af. Þá stóðu menn upp og höfðu miklar ágjur af því að hér yrði stór hætta á ferð og bara réðust alveg gegn því að þetta yrði gert. Núna 2 árum seinna, þá erum við þó hér, atvinnulífið hefur dafnað, þannig ég ætla bara að minna alla á það að við getum stundum alveg haft vit fyrir okkur. Og við höfum sýnt þá sannað á þessum 2 árum að þetta var hárrétt ákvörðun á þeim tímapunkti. Þannig að mér finnst líka að það þurfi aðeins að taka tillit til þess að við getum, þetta getur líka, það er líka ein sviðsmyndin að þetta geti bara blessast. Og hvað er ásættaleg áhætta? Það er búið að flytja hér inn fleiri tonn af stáli til að girða af þær hættur sem fyrir eru og eldgosi sem hafa verið að koma upp núna, þau eru lengra frá bænum heldur en til dæmis Vogum. Já, góðan daginn, Magnús Már heiti ég. Þið hefur talað ábyrgð og hvernig hlutirnir hafa þróast. Ég ætla að hleypa fleiri en ég verð að spyrja þig. Ef tilmæli, það eitthvað sérstakt hugtak frá forsætisráðuneytinu eða ef við hunsum tilmæli, hverjar verða afleiðingarnar þegar við byrjum með skólahaldi í haust? Þannig að það er ekkert spurning, það verður ekkert samfélag án skólans og við verðum að keyra allt samfélagið í gang. Hvað mun gerast ef við förum gegn tilmælum? Sæl, ég heiti Karolína og mér langar samt eiginlega bara að beina þessari spurningu að Sigurður Inga varðandi viðlagshúsin sem komu fljótlega upp á borðið á íbúafundum. Ég man eftir að oddviti Miðflokksins að hún var fljót að grípa hljóðnemann og lét okkur öll vita að þeirri nefnd hafi verið stungið ofan í skúffu. Geturðu svarað þessu? Við skulum taka 3 spurningar í viðbót, svo verðum við að loka mælendaskrá. Góðan daginn, Aron heiti ég. Þetta er eiginlega spurning til Veðurstofunnar. Það er eins og mælarnir segja allir, ég var nú að tala við jarðfræðingi í morgun sem vinnur á Veðurstofunni. Allir mælar búin að vera stopp síðan 16. mars, það er ekki búin að vera neinn kvikursögn síðan 16. mars. Hvað þarf þetta að vera lengi svona stopp þannig að þið lýsiðu goslokum? Og ef ekki, þurfum við að fá okkur aðalega til að fara yfir gögnin og gefa út, það er eins og segja, það er svona kvíðaröskun að taka ykkur ákvarðanir á svo stofnunum. Þetta er gott að það þyrfti að fá kannski almannavarnanefnd Grindavíkur og það kannski bara ráða sína jarðfræðinga sjálfur í að meta þessu stöðu. Já, komið sæl. Hinrik Bergsson heiti ég. Mér langar að gera umræðuefni þá sérkennilegu vangaveltur að núverandi bæjarstjórn hafi ekki haft umboð til þess að taka ákvörðun. Ég veit engan núverandi bæjarfulltrúa sem hafi kvenkað sér undan því að taka ákvörðun í gosinu. Og eftir
stefnumálum hjá þessum framböðum, þá sýnist mér nú að væntanlegi bæjarfulltrúar séu á sömu línu. Ég að spekulera í því hvort að ráðamenn að gera sér vonir það að næsta bæjarstjórn myndi taka aðra ákvörðun. Ekki næsta bæjarstjórn bundin af samþykktum fyrrverandi bæjarstjórnar? Það ekki vangaveltur það sem við séum lausir við Grindavíkurnefndina og nýja bæjarstjórnin taki aðra ákvörðun? Menn að gæla við þetta? Takk fyrir. Þá mannréttindaskrá lokið. Að gefa þingmönnum kost á því ef þeir vilja taka örstuð til máls, en Benedikt, ætlar þú byrjið þá ekki gera svo vel? Já, takk fyrir þetta og takk fyrir allar spurningarnar. Þú sést að þakklæti til Karolínu og Aron fyrir að beina fyrirspurnum til annarra heldur en mín hér, til Sigurðar Inga og Höfuðstofunnar. En ef ég tek Magnús Má með tilmæli. Ríkisstjórnin orðaði það í sinni yfirlýsingu að það væri mat ríkisstjórnar, að þetta mat Grindavíkurnefndar væri rétt. Við vitum það innan stjórnkerfisins að þessi ákvörðun yrði síðan að lokum bara ákvörðun bæjarstjórnar Grindavíkur og þó að ríkisstjórnin hefði ekki tekið þá ákvörðun ef að hún réði þessu einhliða þá verður þá er það ljóst hvar ákvörðunarvaldið liggur og það hjá bæjarstjórninni. Ég get ekkert sagt það hvort að það hefði einhverjar afleiðingar. Nei, það sé ég nú ekki svona fyrir mér. Það sem ég bara að vera að segja ykkur hér að ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að samtal ríkisins og Grindavíkur bæjar haldi áfram. Það verði jafnvel enn sterkara og við getum hjálpast að, þess að ég nefndi í minni ræðu að það hefur verið biðtími núna í vetur. Það hefur biðið eftir gosi og það hefur verið biðið eftir þessum kosningum. En þá komum við að hér athugasemd Hinriks. Ég hélt því ekki fram að núverandi bæjarstjórn hefði ekki haft umboð. Ég var bara að gera grein fyrir því í hvaða verkefni þessi bæjarstjórn hefði lent. Erfiðasta verkefni sem að getur og verkefni sem að núverandi bæjarstjórn gerði sér engan veginn grein fyrir því fyrir 4 árum að hún gæti lent í. Þannig að auðvitað þá hefur bæjarstjórnin umboð á hverjum tíma til þeirra verkefna alveg óháð því til hvaða verkefni hún var kosin, bara þetta verkefni kemur upp. Og það ekki hægt að lesa neitt út í þetta einhverja aðra mögulega ákvörðun nýrra bæjarstjórna. Það bara einfaldlega ekki okkar mál. Nú þetta bæjarstjórn hefur fullkomið umboð, en ég vildi bara benda á að ný bæjarstjórn augljóslega fær mjög sterkt lýðræðislegt umboð kjósanda til þess þá að fara í þessa endurreisn vegna þess að nú vita menn og ríkisvaldið hefur líka verið að freista þess að gefa eitthvað sem allra besta hugmyndu það hvernig ríkisstjórnin lítur á þetta endurreisna starf og hvað þarf að gera. Þannig að allir séu sem best upplýstir það hvaða verkefni liggja núna fyrir til næstu 4 ára. Takk. Já, takk fyrir. Sigurður Ingi hefur beðið orðið og ég náttúrulega þarf að endurtaka það að við verðum að stytta mál okkar. Gerðu svo vel, Sigurður Ingi. Er þetta svona? Já, þetta er svona. Hérna, bara örstuð, Telma Sif, gerði mér ekki grein fyrir því að þetta hefði hækkað 10%. Merkilegt að hugsa til þess að verð á fasteignum í Grindavík sé búið að hækka 10% á liðnum mánuðum, en hérna tilgangur þessa félags Þórkötlu var að koma fólki í skjól
og gefa því kost á að eignast aðra íbúð og eiga síðan möguleika að kaupa á sama sambærilegu verði tilbaka. Þannig að það var aldrei tilgangur þessa félags að græða peninga, þannig að það þarf greinilega að skoða þetta. En ég gerir mér ekki grein fyrir því. Birna, í lögunum sem sagt forkaupsréttin, 5. greinin, það í bráðabirgðaákvæði að það skuli endurskoða að 2 árum liðnum sem var þá í lok febrúar og núna þingið að störfum, við þurfum þá bara að skoða það og það var semst held ég hugsun löggjafans og okkar sem þá vorum á vettvangi að ef þetta myndi ganga eitthvað lengur heldur við vorum að vonast til að það þyrfti þá að endurskoða með tíma og ég held að við séum öll sammál hvort tvekja þetta. Varðandi Karolína síðan spurningu þína viðlagasjóðshúsin sem kom upp hugmynd bara eiginlega strax og við settum í gang bara í lok nóvember og það var nefnd svokallar frábær spretthópur sem vann að störfum fram að jólum og það komu ákveðnar hugmyndir upp. Á sama tíma var verið að forma Þórkötlu þar sem var farið í að kaupa upp húsnæði. Á sama tíma var verið að telja hvað væri mikið til af íbúðum sem að Grindvíkingar getur keypt sem væri að selja og eins leiguíbúðir. Þannig að mínu mati því miður var sú leið valin að fara ekki þessa leið. Það var ekki fullkomin samstaða hana heldur farnar aðrar og ég held að það hafi verið því miður að það var gert. Takk fyrir Vilhjálmur, gerðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir þessar góða spurningar. Ég vil byrja að þakka Benedikt samt fyrir að koma hérna og ég átt mikið og gott samstarf með honum og það er oft sagt ef að ráðherrann ekki vildi ekki bara tala við ráðuneytisstjórann sjálfan. Þannig að ég hef mikla trú á því að hann heyri vel það sem við segjum hér eins og hann hefur gert hingað til. En lagaóvissa Þórkötlu þarf ekki vera neitt vandamál af því að það hefur alltaf verið sagt frá því að þau komu að við þyrftum að laga þau og við höfum lagað þau, bæði að frumkvæði ríkisstjórnarinnar og að eigin frumkvæði okkar þingmannana sem er bara gert að beintinni nefnd og það hefur aldrei tekið langan tíma. Þannig að ef það þarf að, og þá var þetta atriði sem að Birna spyr að lengja forkaupsrétti eða bregðast við því, það hefur verið talað frá fyrsta degi að ef atburður ennþá í gangi að þá sjálfsögðu verður það lengt og þannig að og þetta tekur bara 2-3 daga mestalagi þinginu ef það þarf að gera það hratt þannig að og það hefur aldrei verið vandamál eins og Ástráður kom inn á þingmennin hafa verið saman í þessu. Svo bara loka vil ég segja það að þessar upplýsingar sem að Benedikt fór fram hér og lagt fyrir ríkisstjórn. Þarna ekkert lögfræðilegt álit og þetta allt frá eins og Ditta sagði, sérfræðingunum og sunna. Það engin heimamaður sem á vettvangnum og fyrst þegar að byrjaði að gjósa hérna, þá treystu við heimamönnunum. Þeir sáum allt í geldingadölum og agrita allt saman og gekk allt vel og ekkert fór úrskeiðis. Svo 10. nóvember var okkur hent í burtu og það hefur ekki verið til bóta. Þannig að það vantar lagarlegu hliðin á því að vera með þetta og þó að bæjarstjórnin hér geti tekið þessar ákvarðanir að þá bara þegar að stjórnvöld tala svona þá hefur það svo mikil lamandi áhrif þó að sé ekki bein ákvörðun. Þannig að ég kalla bara eftir því að komi þetta lögfræðilegt álit hvort að megi gera þetta og fá sjónarmið hér að vettvangnum inn á þetta til þess að gera þetta ekki en vera alltaf í þessari ávættu flótta og þá held ég að þetta gerist bara miklu hraðar og betur og hagkvæmara fyrir alla aðila. Takk fyrir Vilhjálmur. Sandra gerir svo vel. Heyrst í mér, já. Bara svona smá lokum, bara takk, ég ekki símar, ég glemdi penna þannig ég er búin að vera að nótra niður, þannig ég að taka niður samskynsamlega nótur frá þessum fundi. Bara takk fyrir brýninguna, Telma Sif, hvað varðar endurkaupa áætlun og það, bara takk fyrir brýninguna og við förum með þetta lengra og skoðum. Birna líka, takk fyrir þína brýningu og með forkaupa ákvæði og þessa, eins og þú nefnir að séu bara 10 mánuðir eftir, það þarf að vera fyrirsjáanleiki til staðar, þannig að takk fyrir þessa brýningu. Sæbjörg, takk fyrir að koma og takk fyrir að líka
koma þetta með sálfræðina og sálfræði tímana. Svo voru fleiri sem ég ætla að bregðast við, en kannski held ekki. Bara takk fyrir spurningarnar og fyrir að gefa okkur tækifæri til að koma. Hlutverk okkar auðvitað bara að þrýsta gagnsæi og að passa ykkar að heyrist inn í þinginu og að þið séu partur af ákvarðanatökunum. Og við getum kallað eftir gögnum og betri gögnum, þannig að það okkar hlutverk. Bara takk aftur fyrir mig og takk fyrir að bjóða okkur hingað. Takk fyrir Sandra. Ásthildur Lóa, gerðu svo vel. Já, takk. Úps. Hérna. Halló. Það heyrist ekki neitt, það rautt. Já, ok. Halló. Langt síðan ég verið á fundi þar sem ég þurfti að þaga svona lengi. En mér langaði bara svona rétt til að bregðast við því sem að reyndar nokkrir eru búin að svara varðandi forkaupsréttarákvæðið. Mér langar, það var, ég man ekki betur en að við í fyrsta lagi þá börðumst við fyrir að það yrði sett inn við þingmennirnir saman. Það var ekki í upphaflegu tillögunum sem komið til okkar og við komum því til að það yrði sett inn og með minni að það hefði verið framlengt í einhver skipti. Vegna þess að fyrst held ég að það hafi bara verið hálft ár eða eitthvað. Það getur reynda verið að ég sé að rugla við uppkaupin en allavega mér finnst eins og við höfum barist fyrir því. Þannig að ég varðandi það að núllstilla þetta ég held að það sé kannski ekki endilega tíminn til að gera það kannski akkurat núna því að við erum kannski bara ennþá að sjá, það getur margt gerst á 10 mánuðum. En ég myndi halda, og nú ég bara að reyna að vera bara mjög raunsæ en ekki endilega að segja það sem ég vil, en ef að bærinn metin öruggur þá geri ég í rauninni ekki ráð fyrir því að það yrði endilega vilji til þess að framlengja forkaupsréttinn, svo ég bara segi það. Þannig að, og við erum náttúrulega svo sem aðeins að takast á það hér hvort að bærinn sé öruggur eða ekki. Eða við erum ekki að takast á það, en það verið að takast á það. Þannig að en mér langar bara að þakka ykkur mjög fyrir þennan fund, hann búin að vera mjög góður og góð brýning og svona þó að ég upphafi ekki alveg vita hvaða erindi ég ætti á hann. En svo langar mér líka, ég gleymdi að skila kveðju frá Sigurði Helga sem upptekin á Evrópuþinginu, þannig að bað mér að koma kveðju til ykkar. Takk. Takk fyrir Ásthildur Lóa. Karl Gauti síðastur, gerðu svo vel. Já, heyriði. Já, ég vil bara þakka fyrir hennar fund og það var afskaplega fróðlegt að hlusta á fundamenn og spurningar þeirra og lærdómsríkt líka. Ég ætla ekki að vera að endurtaka það sem aðrir hafa verið að segja hér. Ég ætla bara að nefna það að sjálfsögðu er mikið verk óunnið, ekki síst á sviði ríkisins í málefnum Grindavíkur og þar er ég að tala þessar fasteignir sem Þórkatla heldur utanum. Það er fjölmörg vandamál sem ég sé í fljótu bragði, bara til dæmis nefna veðhæfni, tryggingar, munu bankar lána til slíkra kaupa, ætlar ríkið að gera það, mun ríkið taka ábyrgð á því, tryggingar hér í bænum bara á fyrirtækjum og öðru. Ég held að það sé mikið verk óunnið og ríkið verður auðvitað og getur ekki þessu verkefni alls ekki lokið hvað ríkið varðar og auðvitað munum við þingmenn standa við bakið á Grindvíkingum hér eftir sem hingað til. Já, takk fyrir. Það styttast mjög í lok þessa fundar og það styttist líka í leikinn í íþróttahúsinu okkar hérna og eftir, en það liggur fyrir fundinum ályktun bæjarstjórnar Grindavíkur. Ég ætla að lesa hann upp, bera hann undir fundin. Samþykkt á íbúafundi Grindavík í apríl 2026. Almennur íbúafundur í Grindavík þakkar landsmönnum og stjórnvöldum mikilvægan stuðning á erfiðum tímum. Stuðningur og umhyggja mega þó ekki snúast upp í forræðishyggju. Grindvíkingum treystandi til að taka ákvarðanir eigið líf og við krefjumst þess að stjórnvöld standi ekki í vegi fyrir eðlilegri endurreisn bæjarins. Fundurinn gerir 2 afdráttarlausar kröfur til stjórnvalda. Fyrsta lagi skólastarf verði tryggt í haust. Að neita barnafjölskyldum sem vilja snúa heim grunnþjónustu jafngildi því að stöðva endurreisn bæjarins. Rök skólastarf
að það sé of hættulegt standast ekki. Börn dvelja nú þegar í bænum og öryggi þeirra betur tryggt í skipulögðu skólastarfi en í frítíma. Stærsta áfall barnanna í Grindavík að hafa misst tengsla net og vini. Að dæma þau til óvissu í heilt ári viðbót óásættanlegt. Og hér í öðru lagi, jafnræði verði tryggt í húsnæðismálum. Fundurinn treysti því að fasteignafélagið Þórkatla munu ekki gera upp á milli íbúa eftir fjölskyldustærð. Öllum fyrrverandi eigandum húsnæðis í Grindavík verður að gera það kleift að flytja aftur í hús sín, kjósi þeir það og það ferli má ekki draga á longin. Við skorum á ríkisstjórn og þingmann Suðurkjördæmis að hlusta á íbúana og vinna með okkur en ekki gegn okkur. Þá fyrst getur endurreisn samfélagsins í Grindavík hafist fyrir alvöru. Og ef þið takið undir þetta þá bið ég ykkur að klappa. Og að svo mæltu þá þakka ég formælendum okkur kærlega fyrir komuna hingað. Þessi fundur hefði getað orðið örugglega helmingi lengri og margar spurningar brenna á ykkur. Ég vil þakka svo fundarmönnum kærlega fyrir komuna hingað og þessa góðu mætingu og fólkinu sem heima satt. Sjáumst svo á kappleiknum og eftir og eigið góða stundir. Takk kærlega.